Hvernig eru kvennafrí og litin? Svona lit til að mynda kvennafríð út árið 1975 og eins og má sjá var rauði liturinn áberandi, bæði í klæðaburði og á skiltum fólk sem mætti. Áramóti 1970 hafði rauður orðið einkennislitur kvennabaráttunnar á ýmsum stöðum, til að mynda í Bandaríkjunum og Danmörku. Það er kannski ekki að furða að rauður hafi verið svo áberandi hér á landi í baráttunni, enda voru íslensku rauðsokkurnar veigamikill þáttur í skipulagningu kvennafrísins 1975. Rauði liturinn var ekki einungis áberandi á skiltum og í klæðaburði, heldur mátti líka sjá hann í dagblöðum og tímaritum þar sem kvennabaráttan var rædd og auglýst. 10 árum seinna má síðan sjá að litáherslur hafa breyst, aðallega í auglýsingum kvennaverkfallið, en fólk virðist samt sem áður halda í rauðalitin í klæðaburði. Árið 1985 eru 3 ár síðan rauðsokkarhreyfingin hætti sínu starfi og má greinilega sjá að rauðliturinn virðist hafa dofnað með þeim og bleikur tekur við. Hægt er að velta því fyrir sér af hverju bleikur varð fyrir valinu. Var það til þess að gefa bleikalitnum, sem tengdur hafi verið allt stelpulegt og viðkvæmt, nýja merkingu, eða mögulega til þess að milda kvennabaráttuna og fjarlæga róttæknina. Þessi litabreiting heldur sér í næstu verkföllum, til að mynda 2005 og 2010. Árið 2023 fékk útlit kvennaverkfallsins yfirhalningu og nýtt merki fyrir hreyfinguna sem prýðir fjólubláum, bleikum og rauðum leit dagsins ljós. Þrátt fyrir ýmsar breytingar í gegnum árin virðast áhrif rauðsokkanna halda sínu striki og virðist það vinsælt að klæðast einhverju rauðu 24. október, hvort sem það er meðvituð ákvörðun eða ekki. Svo er að gera að spyrja sig hvernig kvennabaráttan verður á litin í framtíðinni.